Komið þið sæl. Þá er nú komið að svona endasprettinum á þessu ári að þetta er síðasti dagur ársins og við rúllum með svona allra besta móti fyrir kvöldið og nóttina. Kannski að vindur sé helst til of hægur ef eitthvað en við förum nú betri yfir það hér rétt á eftir. En það sem stýrir veðrinu hjá okkur núna er þessi stóra mikla hæð hér suðvestur undan og svo lægðin sem er að sigla hér inn á sunnanverða Skandinavíu með snjókomu að mestu leyti en ýtir köldu lofti hérna langt suður í álfuna og kælir nokkuð hressilega á þeim slóðum. Það verður ýmis skúrir eða él í þessu svona í norður hluta Evrópu og snjókoma aftur á móti austast. En við hérna liggjum í býsna svona rólegu aðgerðalitlu veðri. Á hitasviðinu hins vegar er svolítil kólnun í gangi og það mun kólna eftir því sem að lægðin nær lengra inn í Skandinavíu og hæðin mun síðan síga örlítið í suður að auki þannig að þar með kemst kalda lofti að landinu og við verðum í því eitthvað fram eftir helgi, í það minnsta fram á sunnudag. En þá skulum við líta hér á veðrið í þessum eftirlifi dags. Það eru gula viðvaranir á suðaustanverðu Þær munum klárast núna fyrir kaffi en það er orðið mjög bjart og hægur vindur hér allra vestast en það léttir raun ekki almennilega til fyrir austan fyrir svona seinni partinn í kvöld. Og á miðnætti gæti staðan verið þessu lík. Það er mjög bjart yfir svona mestu öllu landinu. Það verður einhver örlítil háskýjabreiða svona hér og þar en ekkert sem að svona hamlar skyggni og það verður í raun fínasta veður, hitinn svona í kringu frostmark eða vægt frost. Þannig að það er svona með allra besta móti skotveðrið. Það er kannski einna helst ef það verður of hægur að það verður hreinlega það mikill reykur að það verður léleg skyggni hans vegna og það er þá kannski milli miðnættis og eitt í þessum stærri þéttbýliskjörnum þar sem að nægur loftmengun myndast. En þróunin síðan þá í nótt og til hádegis á morgun nýársdag að það þykknar svolítið upp hérna og það kemur örlítill éljabakki inn á norðausturhornið en svo rífur hann af sér aftur hérna svona víðast hvar nema þá á kannski norðausturhorninu. Þar verða einhver svona smá él viðlóðandi en ekkert sem heiti getur og hitinn verður svona öðru hvoru megin við frostmarki yfir hádaginn. Jafnvel vægt frost svona víðast hvar á norðausturhorninu eins og Akureyri 0 gráður. Þetta er háð því að það andi að norðri. Ef hann fer næri í suðlæga átt þá verður þar einhver 2-3 gráður í mínustiklega frekar. En þróunin þá yfir til föstudags er að það er ósköp lítið að vera. Það fer svona anda aðeins meira norðlægt aftur og éljagangurinn er svona einhver bundinn hérna við austasta hlutann en þetta er lítið og meinlaust og hérna vestan til verður hins vegar fínasta veður að mestu leyti en það náttúrulega þýðir það að þegar það er svona bjart þá herðir frostið nokkur hressilega hjá okkur og það verður býsna kalt svona. Þetta mun bíta, maður svolítið óvanur því að við erum með mínustölur þannig að við verðum lítið af því núna í haust þannig að þetta menn munu finna fyrir þessu svolítið. Og síðan á laugardag er þetta svona áþekkt, þessi éljabakki svona hangir svona við og rétt utan við austurströndina, bjart hérna á suðvesturhorninu en skýjað víðast hvar annars staðar. Það hefur aðeins svona slaknað á hérna á Vestfjörðum og svo ef við lítum þá yfir á sunnudaginn að þá hefur svona aðeins hlýnað hérna allra vestast en það er ennþá svona vægt frost og smá él á annars staðar á landinu og élin þá einhver bundið við Norðausturland. Förum þá yfir til Evrópu og við erum með þessa myndalegu lægð hér miðjan dag á morgun á eiginlega yfir Oslo-svæðinu. Það er snjókoma í kringum hana hér svona víðast hvar en élegangur svona vestan við hana. Og hún dregur þetta kalda loft með sér hérna langt og ýtir sér hérna langt suður í Evrópu þó að úrkomubakkinn hennar fylgir nú ekki svo langt en hún ryður þessu kalda lofti á undan sér hérna suður eftir og við sjáum það að hitatölurnar svona kannski upp í 10-12 gráður svona við Miðjarðarhafið. Þykir nú ekki merkilegur pappír í dag. Aðeins hlýrra á Íberíuskaganum en svo er lægð vestur á Portúgal sem er svona búin að ýta skilunum inn á Portúgal og þar er rigning og svona ekkert sérstakt veður en annars á Íberíuskaganum er ágætasta veður. Kanarí á morgun er suðvestanátt og það er orðið ansi blautt og hryssingslegt en austustu eyjarnar sleppa þó á morgun og í Norður-Ameríku er svo sem róleita veður og það er sama þar lægð yfir Hudsonflóa ýtir köldu lofti hérna langt suður eftir en hérna allra syðst er allavega sólríkt og hlýtt. En við látum þetta gott heita í dag. Verið sæl og gleðilegt ár.